Komið sæl og velkomin í Gulli byggir hlaðvarpið úr Nóa Sirius stúdíónu hjá podcaststöðinni. Bíkó hefur í gegnum áratugina þjónað fólki og fyrirtækjum í framkvæmdum. Þar vinnur þrautþjálfað starfsfólk með áratugarreynslu. Ég segi bara til hamingju með breytinguna á verslununum ykkar, þær eru glæsilegar. Nú ég hef klæðst Snickers vinnufötum í nokkra áratugi, þau eru endinga góð, ég þvegi þau inn á milli að sjálfsögðu. Þau eru þægileg og smart þar sem hönnir Snickers fylgja nýjustu tísku. Þú fær Snickers vinnufötin hjá Haga, Stórhöfða 37 og á hagi.is. Málning hefur í áratugi þróað málningu til að nota innan og utan hús. Allir palla og skjólveikjasmiðir þekkja Kjörvaran sem er frábært efni á pallin og veggina. Kjörvaran er hægt að fá í fjölmörgum litum hjá málningu. Íspann Glerborg framleiðir hágæða einangrunargler og spegla fyrir alls kyns glerlausnir sem henta fyrirtækjum sem og heimilum. Íspann Glerborg hefur verið fjölskyldufyrirtæki yfir 50 ár og hefur starfsfólkið áratugarreynslu og tekur vel á móti þér á Smiðjuvegi 7. Og síðast en ekki síst, Landsbankinn, hann býður upp á lánamöguleika þegar kemur að framkvæmdum. Ef þú átt ekki fyrir framkvæmdunum akkurat núna, þá getur verið gott að tala við lánasérfræðing hjá Landsbankanum. Gestur minn að þessu sinni heitir Þórir Rúnarsson. Hann vinnur aðalega við það að setja glugga í gömul og ný hús. Hann hefur áratugarreynslu og hann hefur líka ákveðna skoðun á því hvernig á að vinna þessa vinnu. Það er skemmtilegt og fróðlegt gluggaspjall hér framundan. Þórir, velkominn. Takk fyrir það. Það er engin smá pressa á þér núna vegna þess að fyrsta spurningin er af hverju leka gluggar á Íslandi? Vá maður, hvað höfum við langan tíma? Þú hefur alveg bara eins og þú vilt. Já, ok. Ég er engar fréttir og engar auglýsingar. Nei, sko, af hverju leka gluggar á Íslandi? Ástæðan er svo að ég vil meina er svo að kunnáttuleysi. Hjá hverjum? Hjá verktökum, kunnáttuleysi, áhugaleysi á að reyna að nálgast þetta eins og á að gera þetta og því miður er það þannig að þetta er, já, þekkingarleysi og það er fengnir hér hópar af fólki utan úr heimi til að setja þetta í sem er ekkert að skilja hvað er í gangi í Íslandi. En býtu, þegar að það koma þessir hópar að utan, það koma menn með gluggunum með stundu sagt Já. og þeir setja þetta í. Já. Þá myndi maður nú ætla að þetta veri nú sko sérfræðingar að sunnan frá Evrópu eða hvaðan sem þeir koma sem koma frá Vestmiðjunni og ættu að kunna setja þetta í. Nei, það sko, jú, gott og vel en það eru bara alltaf aðstæður á Íslandi. Hér erum við með gríðalegt vindálag og við erum bara með allt aðrar aðstæður sem þurfum að mæta hér sem að því miður, þetta erlenda vinnuafl bara er ekki með og það er enginn að fylgjast með þessu og þetta snýst alltaf um peninga, hvað kostar þetta og það er náttúrulega alltaf tekið lægsta tilboði. Og fær maður þá verstu vinnuna eða? Já, þú borgar fyrir það sem þú fær það sem þú borgar fyrir. Það er alltaf þannig. En ætti þetta ekki að vera þannig að þeir sem sitt í gluggana þeir vita hvað þetta eru sömu efnin, sömu aðferðarnir eða ekki? Jú, yfirleitt er það þannig en það er bara, ef þú veist ekkert hvað þú ert að gera þá er bara þetta útkoman gluggarnir leka og þetta er bara því miður það sem er að gerast þetta er samspil margra hluta byggingarhraði hann þarf náttúrulega að vera eins og við vitum kunnáttuleysi með efnismeðferð og hreinlega bara vankunnátta á hvernig á að gera þetta og hvernig á að mæta íslenskum aðstæðum og það er bara því miður þannig. Ok, við ætlum að fara aðeins yfir aðferðina hérna á eftir en bara svo við útskýrum kannski fyrir fólki gamla aðferðin ef við tökum bara steinhús gamla aðferðin var svo að gluggarnir voru steyptir í Já, og það er ennþá verið að steypa í glugga Ok, er það betra að steypa gluggan í heldur en að skilja eftir bara tóftir eða gött og setja gluggan í eftir á ég veit að ég er að taka glugga úr gömlum húsum sem eru 50, 60, 70 ára gamlir og er það ekki bara ágætis ending? Það myndi ég segja. Það myndi ég segja. En það sem að gerist er það, þú ert að steypa glugga í. Þetta er náttúrulega fer gríðarlega illa með gluggan. Það liggur í augum uppi. Þú veist, það þarf að slípa niður, það þarf að grunna, það þarf að mála hann og það þarf að glerja. Og við getum ekki, til að mynda, við getum ekki eins og var gert. Við getum ekki staðsteypt hurðarkarma í. Hvorki svalarhurðir eða útihurðir. Það gengur ekki.
þetta snýst allt og skekkist í mótunum og það alveg sama hvað við gerum, það mun alltaf gerast. Þannig að, en ef við gerum þetta hinaleiðina með því að koma með full glerjaðan glugga tilbúin í að utan, ef við gerum þetta svo menn, þá endist þetta alveg jafn lengi. Það alveg ljóst. Og þar í þeim tilfellum væntanlega hurðin og glugginn sko glerjaður við bestu aðstæður innandyra. Já, allt glerjað við bestu aðstæður, sem sagt liggjandi, bara í sem sagt liggjandi á borði eða sem á við á. Og þú veist, þetta er gert inni, þetta er gert við bestu aðstæður og þetta virkar fyrir þannig að það er náttúrulega mikið breyst í framleiðslu á gluggum á undanförnum áratugum sko. Já, þá ég ætla að mynda að koma að því. Það er annar kapítuli. Já, vegna þess að þegar það talað að gluggar leka þá er það annarkvort ísetningin sem lekur, það lekur á milli steins og gluggans. Já. En er þá ekki algengara núna í dag að gluggarnir sjálfi leka, þar að segja glerjunin eða samsetningin ef við erum með álglugga hérna Nei, ég hef ekki rekið mig mikið á það vegna þess að sko allar þeir gluggar sem ég er að flytja inn frá verksmiðju sem ég er búin að skoða sjálfur og þeir sem að eiga þessa verksmiðju og standa þessu, þeir hafa komið til Íslands. Þeir vita alveg hvað er í gangi í Íslandi. Þeir vita hvað eru margir byggingakranar hérna. Þeir vita nákvæmlega hvað er hér í gangi. Og þekkja veðrið. Og þekkja veðrið. Ég sendi bara út gluggastærðina og skjali hjá segir bara hvað gleri á að vera þykkt og hvað póstarnir eiga að vera þykkir. Eiga að vera 11,5 eða eiga að vera 14 cm. Býtu, þú nefnir póstastærðina, er það ekki alltaf rétt stærð á póstunum? Sko, nei, það er nefnilega málið það sko að venjulegur íslensku gluggi er 11,5 cm karmþykkt, þess að karmdýftin. Ef að skjalið segir að vindálagið sé óeðlilegt þá með að við stærð á glugga, staðsetning á glugga, að þá sendaði mér alltaf við þykkjum karmin upp í 140 og glerið á að vera svona. Já. Út frá íslenskum aðstæðum. Þetta er grundvallaratriði. Ef við séum ekki að kaupa eitthvað útsölu glugga á okkur vefsíðu sem eru hannaði fyrir sænskar eða danskar aðstæður. Við séum að versla við versmiði og sölu fólk úti sem að þekka íslenskar aðstæður. En þá eru gluggarinn nú framleiddir á Íslandi sem betur fyrir ennþá. Það er mjög lítið það. Reyndar. Já, það er mjög lítið það. En þannig að hérna sko þá ættu við, eru þessir gluggar sem eru smíðaðir hér hjá þessum örfáaðilum, þeir eru væntanlega svona líka. Já. Þú veist náttúrulega, við vitum alveg hverra smíðu glugga á Íslandi. Já. Þú veist, ég ætla ekki að vera nafngreina á sko. 4-5 aðalar. Þetta eru 3. Þetta eru kannski 3 svona aðal svona núna sko, en þeir þekkja náttúrulega Ísland og þekkja náttúrulega alveg hvernig þetta þarf að vera hér. Ok. Alveg þess að handabökinu á sér sko. En það sem að þú nú oft kallaði til og beður að skoða alls konar. Já. Er þá mörg dæmi það að það hefur verið settir gluggar í sem að eru bara, þar að segja karmurinn, þyktin á honum og smíðin og byggingin, passar ekki við stærðin á glerinu? Nei, passar ekki við það vindálag sem er á staðnum eða sem að maður búast við og það er bara vall á mörkunum að þetta beri sig út af stærð og öðru þessum gröfum er ekki mætt þetta er oftar en ekki svona. Er það þá í þeim tilfellum er fólk að bara fara sjálft inn á netið og panta? Já, þá er bara fólk að fara sjálft inn. Bara AliExpress næstu því? Bara eitthvað svoleiðis. Svo vitum við náttúrulega, þú veist, við höfum séð gulli, við báðir, við höfum séð þetta í áli þar sem við verðum að flytja hérna inn 68 mm álglugga sem að bara standast engan veginn íslenska viðrastæður. Engan veginn sko. Við vitum hvað mál það er. Já, reyndar. Já. Eins og fræktur orðið sko. En í einum af Gullabeggi þáttunum, einmitt, bara svo við höldum því til haga. Já. En þá kemur að þessu. Það er verið að tala sko, það þurfa álagsprófa glugga. Já. Þeir þurfa að þola ákveðið mörg paskul eða ekki. Já. Hvernig er þetta gert, veistu það? Þetta er gert sko, þetta eru aðilar sem eru með hérna löggildingi í þessu og glugginn er settur í klefa, hann er lokaður af og það er dælt á hann vatni bara undir miklum þrýstingi. Þannig er þetta fundið út en málið það, ef þú breytir glugganum eitthvað smávegis,
þá þessi álagsprófun ekkert lengur í gildi og svo CE-merking sem gefin út, hún ekkert lengur í gildi. En breytir glugganum, hvernig getur þú breytt glugganum? Bara eins og gerðist stórt mál sem núna í gangi hérna rétt fyrir utan bæinn, þar var hönnun gluggans breytt. Þar með að CE-merkingin bara... Eftir að glugginn komin? Nei, ekki eftir, það var gert úti, sem sagt. Okay. Það var farið úr glergerð í aðra glergerð. Já. Og þar með hefur þessi CE-merking ekkert að segja. Ekki neitt. Og þar á leiðandi, bara við þessa einu breytingu, þá þoldi glugginn ekki sama álag. Nei. Og hann hefði átt að þola. Nei. Okay. Og þetta bara það sem hættan sko. Að CE-merkingin, hún segir ekkert allt. Ég meina, það eru sko gluggar í alls konar stærðum, en það prófuð bara ein stærð á glugga. Bara 1,30 sem 1,30 eða hvað sem þetta Já. Sprauta á þetta vatni og jú, hann heldur en svo svo bara breytt eitthvað og eitthvað sko. Þannig að það ekkert vola mikið að marka þetta. En sko, verksmiðjan sjálf ætti að passa upp á það að, þú veist, hann á að þola, 1100 paskul eða eitthvað. Já. Og við ætlum að fá svona stóra glugga, þá hlýtur verksmiðjan að passa upp á það að stóru glugginn þoli 1100 paskul. Já, það sem að segja, eins og til dæmis með verksmiðjuna sem ég að versla við, þeir eru með þetta alveg á hreinu. Já. Þetta bara Excel-skjal sem segir bara nákvæmlega hvaða glera á verið í þessu og hvaða karmþykkt á verið í þessu. Ok, en gluggar sem hafa verið pantaðir inn eru frá sko viðurkenndum verksmiðjum. Ég ætla ekki að nefna neina. Nei. Þú veist, og það verið að senda þetta til Íslands, þá ættu viðkomandi verksmiða að vita, fyrirgefðu, þessi gluggi ekki að fara, hann bara ólöglegur. Já. En þeir eru bara að reyna að selja þér eitthvað. Alveg saman eins og sölumæðurinn hérna heima, hann bara að selja þér eitthvað. Þeir sem taka við glugganum bara alveg saman og setja hann bara í. Er tjónum að fjölga út af þessu? Já. Það eru altjón í gangi. Og þegar þú segir altjón, útskýrðu það kannski fyrir þeim? Já, það bara þannig að það bara, sko glugginn settur í, það gengir frá honum. Fólk flytur inn. Búið að mála og múra í kring. Búið að mála og múra, setja gólfefni. Og þetta bara altjón, oft á tíðum. Parkett ónýtt. Og hver ber ábyrgðina á þessu? Það verðist ekki nokkur bera neina einustu ábyrgðina. Býtu það til eitthvað sem heitir byggingastjóratrygging? Já. Við vitum sko, Gulli, við vitum alveg að við tveir komum að máli hérna, stóru máli, þau töpuðu málinu í hérastómi. Það var altjón, svo ekki sé nú fastar að orði kveðið þar. Nei, einmitt. Þú fylgdist nú með því og tókst það frá byrjun til enda. Já. En það verðist enginn bera neina ábyrgð. Hvorki byggingastjórinn, byggingastjóri og tryggingin coverar þetta ekki. Nei. Og ekki aðeins sem seluðu gluggana. Það verðist ekki vera. Nei, og allt þetta regluverk í kringum öll þessu hús, allt þetta vesen. Þetta bara, þetta stendur ekki steinn yfir steini þarna. Það liggur augum uppi. Það stendur ekki steinn yfir steini. Þetta bara einhvern veginn. Já. Og þetta hrikalt af því að þetta sko, við erum að fjalla eigu fólks. Rúmlega það. Fólk að taka lán fyrir þessu sko. Og það verðist vera bara CE-merking gott og vel, en CE-merking á ísetningunni? Þá kemur að því. Hvað tilkvæmst með CE-merkingu á glugga ef það ekkert eftirlit með ísetningun og það ekki CE-merking á henni? Hver þá tilgangur með CE-merking glugga? Þannig að, ok, aðili sem með hús og er að fara að láta skipta glugga, á viðkomandi aðili að fá uppgefið frá verktakanum hvernig hann ætlar að setja gluggan í? Já, verklýsingu, skriflega? Já, að sjálfsögðu. Verklýsingu, sko, hvaðan þetta taka gluggana, sendu mér Declaration of Performance, sendu mér sem álagspróf álagspróf það, sendu mér CE-vottanir og sendu mér bara allt þessa verksmið og gluggan og hvað þetta heitir, sendu mér síðan verklýsingu. Það bara byrjunin sko. Síðan skaltu skoða bara, er þetta verktaki sem hefur eitthvað reynslu í þessu? Er hann búin að vinna eitthvað við þetta? Getur hann bent á eitthvað verk aftur í tíman? Og þetta allt saman, þú getur fundið sko inn á Facebook, þá getur þú fundið bara allt sem þú þarft að finna. Hverfin eru með hverfisgrúpur, þar sem fólk tala saman. Þannig að þetta bara svolítið heimavinna.
það ekki góð hugmynd að alltaf skipta glugga og fá þessa hugmyndi við kaffibolla, sko morgunkaffinu og fara svo bara vað á stað og panta bara glugga eitthvað út í loftið og skoða þetta ekki neitt. Það ekki góð hugmynd, sko. En þetta bara frumskógur. En býttu, sko, ok, þú hefur komið að mörgum, eins og þú segir, altjónum. Hvað, er það þá fagmenntaðir aðeila sem að setja í, en kannski bara kunna það ekki? Nei, það yfirleitt ekki þannig. Þetta bara eiginlega bara í flestum tilvikum þetta ófaglærðir aðilar sem gera þetta í skjóli faglærðir aðila sem eru aldrei á staðnum. Já. Það bara þannig. Það nú svolítið alvarlegt mál. Það bara grafalvarlegt mál. Þannig að þá þetta kannski einhverjir verktakar sem eru með ófaglegar menn og þeir bara segja þeim að fara í þetta. Já. Og ekkert búin að útskýra, kenna þeim í raun og veru réttu handtökinu eða hvað. Nei, en það þau kunna það þau ekki sjálfur, sko. Já, það þannig, já. Ok. Það svolítið þannig, sko. Þegar gluggi settur í, þetta bara koma svo margar spurningar upp, sko. En aðeins að þessum aðilum, þetta ekki það að þú sért eitthvað pirraður yfir því að það sé einhver aðrir að taka þið vinnu eða? Nei, alls ekki, sko. Þetta snýst ekkert um það. Ég hef nóg að gera. Og vegna þess að þess stærri sem þú verður, þess stærri það lögfræðideildið þín að vera. Það svoleiðis. Og ég hef engan áhuga að hafa lögfræðideild. Það bara svoleiðis, sko. Ok, við byrjum á því, tökum dæmi, eldra steinhús sem þar sem gluggarnir eru orðinni, svo það kannski 50-60 ára og það þarf bara að skipta þeim út. Hvernig þetta gert? Já, sko, það þarf nú að byrja að mæla gluggan, sko. Og það þarf nú að gera það rétt. Það að segja mæla fyrir nýja gluggan? Mæla fyrir nýja glugganum. Okay. Og það greiðalt atrið að það sé rétt gert. Já. Vegna þess að það hefur verið lenska hér árum saman að mæla gluggan og minnkan svo alveg helling. Og þess meira sem þú minnkar gluggan þess erfiðar að þéttan. Ok. Þegar þú segir minnkan, tekur þú steinmál og... Já, ég tek steinmál. Sem málið á steinunum að utan. Að utan, sem sagt breidd gluggans. Stíft steinmál. Okay. En svo athuga ég alltaf sem sagt dýftina á tóftinni. Hvað setti múrarinn mikinn múr meðfram glugganum? Þú þarft alltaf að athuga það líka. Já. Síðan mælur að hæðina, mælur frá steini að ofan og niður fyrir glugga. Sem sagt bara niður í það sem að glugginn endar að neðan. Síðan þú ert búin að þessu, þá ferðu inn, mælir tóftina til þess að stilla saman ljósmáli í glugganum. Þannig að ljósmáli sé ekki kannski 2 centimetrar innan sem sagt á hlið og svo 4 kannski á hæðina. Það lítur mjög illa út. Já. Þannig að við stillum saman ljósmálið að innan. Þannig að þessi sama ljósmál allar hringin. Og síðan er annað líka sem þurfum alltaf að skoða, erum við að setja glugga í baðherbergi sem búið að flísalegja að glugganum. Við þurfum að skoða það. Við þurfum að skoða þetta í eldhúsum, það oft búið að flísalegja, þú veist, á milli skápa og inn að glugga, við þurfum að skoða það. Eldri byggingum þurfum við ofta að skoða það að það búið að setja eldhúsinnréttingar sem eru 10 cm hærri heldur en gömlu innréttingarnar voru og þar erum við sem sagt að loka á þessa skítakistu sem að myndast niður á gluggan og við erum að fylla upp í þetta og þetta gerum við vissum aðferðum sem hafa reynst vel og leka ekki. Það er alls konar hlutir að gæta, sko. Alls konar, sko. Og er það bara þá algengt að menn reynilega bara fara með tómustokkinu á utan eða málbandið og panta gluggan eftir því í sömu stærð? Já, bara allavega, minkanum einhvern sentimetra alla kanti eitthvað og svo bara passar þetta bara ekkert í. Ég hef séð glugga hérna eftir verkfræðastofu, þeir voru 4 centimetrum og litlir og þeir voru settir í. Og það er verkfræðastofa sem stjórnaði þessu. Þá dreigið það 2 centimetra allar hringin? Já. Á alla kanta? Já. Ok. Þetta er skelfilegt, sko. Að sjá þetta er bara skelfilegt að sjá þetta. En byrju, ef þú mælir, pantar þá gluggan í sömu stærð og steinmálið er auðvitað? Já, eftir ég búin að fullvisa með það að það sé eitthvað tóft. Ef það er engin tóft, ofta er þetta bara þannig að gluggarnir voru staðst eftir í og þeir eru bara nánast í fleti sem sagt við tóftina, sko. Þannig að þeir ná kannski eitthvað millimetra og 2 millimetra inn. Þú þarft að passa, það er alls konar hlutir sem þú þarft að passa á. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar þú ert með ál timburglugga.
Þú ert að fara að setja í timburglugga sem eru ála utan á timburglugga. Já. Af hverju það sérstaklega? Þú verður sko, þú þarft að saga úr tóftinni, brjóta úr henni til þess að opna leið, til þess að koma pulsunni og kýttunni inn fyrir álkápuna. Já. Þetta eru mistök sem ég sé í fullt af húsum á Íslandi. Þarft að gera, þú gerir þetta utan? Að utan. Já. Þú veist, Býtu þannig að þú brýtur þá kantinn í burtu? Ég brýt ekki kantinn allan í burtu, það óþarf að brjóta heila tóft í burtu. Okay. Ég saga svona hálfa leið og brýt svo. Þá ertu komið með fína leið inn sem sagt meðfram glugganum. Þá klæður gluggan í raun og veru? Já. Og svo getur þú sett pulsu og kýtti? Já, pulsu og kýtti og þetta og svo múra ég, svo bollaslípa ég það sem eftir stendur af tóftinni og múra frá horni og að glugga. Fólk getur séð þetta inn á Facebook síðinu minni hvernig við gerum þetta. Já. Eða hort á Gulli byggir. En svo er það sem er mikilvægast í þessu, að það er hvernig við gerum botnstykkið. Þar sé ég, og ég veit alveg hvað er í gangi þegar ég keyri framhjá, það sem er verið að skipta glugga, ef það er ekki búið að setja plast fyrir gatið, það er ekki búið að loka sem sagt fyrir gatið að innan, þannig að það bara ryk og drulla getur bara farið inn, þá veit ég að það er ekki gert neitt. Gamlu glugginni rifin úr, nýju glugginni settur í hans að gera neitt. Þannig að það er allt drastlið skilið eftir undir gluggan þar sem mestu skemmdirnar eru. Vatnsbrettin eru jafnvel laus, girðið þar er alveg sko sundur étið af riði og þetta er bara látið sita þarna og nýju glugginn kemur ofan á. Og svo bara sett pulsa og kýta á vatnsbrettið. Já. Sem er alveg galið. Þú verður alltaf að kýta á steinin í húsinu. Kýta á steinin, steifta steinin, ekki múrin. Í steinin í húsinu, ekki á múrin. Okay. Þetta er algjört grundvallaratriði. Já, en það sem að gera þið þú þarft náttúrulega að hreinsa það í burtu. Við hreinsum það alltaf í burtu. Eru menn ekki að því? Nei. Og þú veist alveg menn er ekki að gera það. Þeir eru ekki að gera neitt, þú keyrir fram í húsi, það sem er ekki búið að plasta fyrir inn í íbúðina. Já, þú ert að tala hús sem er búið í. Já. Já, ekki nýbyggingu eða. Nei, það tala bara það sem er skipt gamlu húsi. Já, við vitum alveg hvað er í gangi þarna. Að því að hann er sagaður úr að innan. Með slípirokk og ryksugu. Já. Síðan er rifin úr og síðan þarf að vinna gatið. Það þarf að gera eins og segja. Það þarf að saga úr tóftinni, brjóta undan þessu, skera burtu girðið. Það er gríðalegu sóðaskapur af þessu. Já. Þess vegna við þurfum alltaf að plasta fyrir að innan. En ég veit alveg hvað er í gangi þegar þetta er ekki gert. Eru þá, eru menn virkilega að skera úr glugga, skera að innan, þá notar þú slípirokk og skurðaskifu og notar gluggan sem land. Já, ferð inn í múrina innan til að skera í burtu naglan og hænslan niður. Og eru menn ekki að plasta sig af, loka sig af. Eftir á? Nei, á meðan þeir eru að þessu. Nei, það þarf ekki. Sko, þess að vélar sem við erum að nota, fænvélin sem er reyndar hægt að framleiða, það er hverfandi ekkert neitt ryk af þessu. Ef þú ert með aðmýla ryksugu, þá er ekkert ryk af þessu. Þegar þessi verkþáttur er búinn, þá verður að plasta fyrir. Já, þá fer það bollaslípa kantana. Þá byrja bollaslípunum á kantonum og brjóta skýrðið og allt sem við erum búin að segja hérna áður. Já. Þess vegna veit ég alveg hvað er í gangi þegar ég keyri fram hjá svona húsi. Það er ekkert í gangi. Langaði svolítið til þess að... Já. Góðan daginn. Hver á þetta hús? Já. Ég er kallinn á kassanum, sko. Þú veist, það bara, ég meina, margir svona, þú veist alveg, hérna, ég er með svona messiasar, komplexar, sko. Já. Ég alveg bara, ég á bara erfitt með að horfa fram hjá þessu, sko. Já. Og bara lág mig hver sem vil. Já, ég meina, þú veist, samviskaðinn bara. Samviskað mín bara býður mér ekki upp á þetta, sko. Nei. Já, þú veist, bara en auðvitað kemur þetta ekkert við. Svo eru sumir sem að panta nýja klukka, setja það í, stilla það og svo bara frauða þeir hringinn. Já. Er eitthvað að því? Það er alveg fatalt, sko. Af hverju? Vegna þess að, sko, ef þú ætlar að nota frauð, þá verður að gera það þannig að þú verður að loka að innan, sem sagt milli glugga og tóftar innan. Annars við frauðið bara út allt, inn og út allt. Gott og vel. Ef þú vilt frauða, þá verður að vera með frauðbissu, ekki brúsa með svona einhverju plasturöri. Þú verður að vera með frauðbissu í vinstri hendinni, eftir hinni hendinni, eftir búin að koma fyrir pulsunni og þú ert með, ég nota hérna svona 7, það er svona krókur sem málar nota til að þrífa hérna málingar úr. Já. Þú dælir frauðin og þú ítir pulsunni á eftir. Á frauðið. Þannig að pulsan heldur frauðinu inni.
Já, að utan eða innan? Að innan. Að innan, Já. ok. Nei, að utan fyrirgeðu. Já, þú gerir þetta að utan. Þannig að frauðið fer þá inn. Já, frauðið fer inn og þú ítir á eftir pulsunni okay. og frauðið sem sagt kemst á ekki út. Nei, ég skil. Vegna þess að pulsan heldur fyrir. Pulsan heldur fyrir. Þetta er svo lítið mál að gera þetta. Það er bara aðeins að svona, þú veist að kenna mönnum þetta, sína hvernig þú gerir þetta. Það geta allir ná þessu sko. Þetta er eina leiðin til að nota frauð. En frauð sem þú dælir bara óhindrað inn á milli glugga, það er alveg fatalt. Okay. Vegna þess að þú þarft að skera frauðið. Leður búin að skera frauð, þá er það orðin að svampi sem drekkur í sig vatn. Já, þú þarft að loka því einhvern veginn á þetta. Þú þarft að loka því. Þannig, en ef þú skerð ekki frauðið, það er bak við pulsu, þá drekkur ekki í sig vatn. Okay. Settu bara frauð ofan í fötu fulla vatni. Já. Þú veist, og hellu ofan á því. En myndir ekki alltaf setja þá kíti yfir pulsuna? Síðan kemur kíti yfir pulsuna. Já, að utan. Já, og svo múraði yfir það. Þú sagðir einu sinni við mig, ef eitthvað segir við þig að kítið þolir sólarljós, þá er við komandi að segja ósætt. Já, ég meina, þú veist, sko, ef þú skopar innhaldslýsingun á kíti, þetta er sama innhaldslýsingur á fatnaði. Já. Þetta er bara polyúritan og svona alls konar. Og fer sól eitthvað sérstaklega vel með föt, svona almennt? Nei. Já, þannig að sólin á ekki að, þannig að allt kíti á að vera bak við veðurkápu. Á að vera bak við veðurkápu. Hitabreytingar, sól, hitabreytingar, slagvör, það er ekkert sem fyrir illa með kíti eins og þetta. Ok. Og svo ef við náttúrulega nota hybrid kíti, sem er svona blöndungur. Hybrid þá er það... Hybrid kíti sem er blanda sem sagt með, það sem sagt polyúritan blanda þá með sílikoni eða einhverju slíku. Já, sem er þá meiri sveigja í. Já, meiri sveigja í. Já. Ok. Og hefur meiri þol gegn veðri, sko. Já. Þannig að þú mælir með, sko, festa gluggan í, við erum alveg að fara að koma að því, hvernig það er gert. Já. Pulsur sikkvara megin. Já, og loftrúm á milli pulsa. Já, sko, það er það sem ég er hrifnastur af. Ok. En það er ekkert allir sammála mér og það er líka bara allt í lagi. Já. Vegna þess að það sem ég hef séð á bara svo við segjum, þegar ég ríf úr glugga á steinhúsi, þá eru botnarnir alltaf gjörónýtir. Vatnið fyrir inn, endatréð, drekkur í sig vatnið og eyðileggur gluggan. Já. Þegar ég tek glugga á timburhúsi sem er það sem glugginn er sett í grind, glugginn getur við gjörónýtur utan, en hann er strýheill það sem er inn í grindinni. Það er loftun. Já, en það er engin loftun inn á milli. Það er engin loftun inn á milli að þú fyllir þetta alltaf ull sem náttúrulega heldur bara vatnið, þetta eru alls konar skoðanir. Ok. En það er ekki mikið loftun á milli tveggja pulsa, eða það? Nei, það er engin loftun. Nei. En það má ekkert vatn fara á milli. Nei. Ef það fyrir vatn á milli, þá er glugginn ónýtur. Ok. Þá bara drekkur hann þetta upp í endatrið. Þá borgar sig að bara passa upp á það að fara ekki vatn á milli. Já. Af því að stundum sagt, sko, ef að vatni kemst inn, þá þarf það að komast út. Nákvæmlega. Heyrðu, ok, að festa síðan gluggan í, ég tók eftir þessu fyrst og við fórum í ágætis debatt þetta, að þegar þú festir þá í með því að skrúa í gegnum sko þykkasta nakkastykkið á glugganum. Já. Og þá borar þar inn og svo bara ferð með múrskrúfur inn. Já, það eru setta karmfestingar sem skrúast út í steinin. Já. Síðan bora maður að innan síðan bora maður þetta bara með steinbor og skrúa steinskrúur inn og það er með glugginn orðin pikkfastur. En þú sérð alltaf þá skrúuna eða þú veist gatið eða hvað? Já, sko, þetta er nú þannig sko að ég ætla nú ekki að fá út í það sko það er plasthappi sko. Já. En öll Evrópa er fest svona. Já, ég veit. Og sko, ef þú ert með svona skrýtnu. Já, nei, ég ætla bara að segja það, þú veist, það kemur einhvern tíðin og segja þú er mér stundar ljótt. Já, allt í lagi. Já. Engin vandamál. Nei. En ef þú ert festan einhvern veginn öðruvísi, þá hringir bara einhvern annan. Það er ekki flókið. Þú sagðir mig, já, ok, ég segi en ef að fólki finnst það, já, hvernig ætlar þá að festa hann í? Já. Sumir fara nefnilega í, sko, þar sem að glerið kemur. Já, það er veikasti hluti gluggans. Já, já. Og það sem er þykkra, það mun alltaf snú upp á hitt. Er reynda rétt. Það er bara, það liggur uppi. Já. En ef að plastapinn fyrir töðanharðar, þá hringir þú bara í málara og lætur hann spasla í götin með herðispasli og lakka svo bara gluggan upp á nýtt. Já, allan og málið dött. Okay. En settu bara gardínur og blómapota. Já, ég sko nákvæmlega. Ég tek svo oft eftir þessu að á meðan á verkinu stendur, ert það kannski að gera eitthvað sem fer í taugarnar á eigandanum. Já, já.
Þá spyrir maður sko, býtu, þú átt að horfa á þetta núna, þú átt aldrei eftir að horfa á þetta aftur. Aldrei? Nei. Eftir 2 daga þá sér þetta ekki. Nei, akkurat. Gardínurnar komnar, þú veist, Já, einmitt. myndina tengda mömmu og þetta allt í gluggan skilur. Já. Þú veist, þetta er bara hverfur. Einmitt. En sko, þessar múrskrúur, bara fyrir þá sem ekki vita hvernig þær eru, Já. það er engin tappi, það er bara bora beint inn í stein Já. og svo skrúað. Svo skrúað og þetta, þú veist, sko bara hulsan tekur á móti skrúinni. Já. Sest bara í þessa hulsu. Já, þú með þetta þannig. Já. Og við getum sko, við getum stilt gluggan. Þetta er algjör snilt í hurðarísetningum. Þar getum við stilt karmana Tilbaka líka. tilbaka, aftur og baka og áfram. Já. Þetta er algjör, Þetta er svona eins og stilli skrúðunar í þegar maður er að taka niður loft. já, þetta er bara algjör leikbreytir Já. í þessum hurðarísetningum sko. Já, en þá borar þú í gluggan, þú ákveður hvar þú setur þetta. Nei, Glugginn kemur með hulsinni. kemur með þetta allt saman. Já. Þeir eru bara með Excel-skjal sem segja hvar götun eiga að vera sko. Ok. Og svo bara borast þetta bara og þeir setja festingarnar í fyrir mann. Þetta er svo einfalt, maður þarf ekki að gera neitt sko. Nei, ok. Herðu, en sko, við vorum að tala um þessi paskul, hvað gluggar þurfa að þóla mikið álagspróf. Manstu hvað, er svona viðmið Já, hérna á það er svona 1100, sko það er verið að tala um 1100 paskul á glugga sko, við erum að tala um 600 paskul á innopnalegar hurðir sko, en að því að sko einu sinni var öll hús hönnuð þannig að útihurðin var alltaf norðan megin. Já. En nú eru svo miklu fræðingar í gangi að það er búið að hanna hús sem eru með útihurðina sko sunnan megin. Já. Þannig að við þurfum að fara svolítið hærra þar sko. Ok. Og okkur hefur gengið það mjög vel til dæmis í álklæddum timburhurðum. Þar náum við þessari tölu jafnvel upp í 1300, allt upp í 1700 paskal. Á hurð sem að opnast inn. Já. Vegna þess að það var hérna áður fyrr, Já. opnuðust þeir alltaf út. Nei, hurðir hafa alltaf opnast inn á Íslandi, út af veðri. En það voru alltaf á norðurhlið húsins. Ó. Og það er bara miklu meira, við erum alltaf með svalahurðirnar, það er opnast út sko, af því það eru sunnamegin sko. Það er alltaf miklu meira vindálag, þú veist, sko, sunnamegin. Já. Og ef ég kem að húsi, þetta er allt með 4 hliðar sko, Já. að þá var alltaf austurgablinn og suður hliðin ónýtt. Norður hliðin hefur alltaf sloppið miklu betur. Já, það er suðaustan áttin er alltaf að vest. Já, hún er ríkjandi hérna í Reykjavík og það er sem eðilegu gluggana. Ok. En til að mynda geti sagt að ég er búin að vera upp í Æsufelli síðastliðin 5 ára skiptum glugga og þar er ég að rífa úr plastglugga sem opnast inn, þannig að þar stóð vassbunan inn á gólf og fólk þurfti ekkert að sturta niður, það kom bara vatnin og sáum það sko. Já. Þetta er ég að rífa úr og setja hérna álklædda timburglugga og þetta er í Æsufelli og við erum hérna hátt uppi, við erum í 120 metra hæði við sjávarmáli og þeir halda algjörlega á móti þessu veðri. Ok. Algjörlega. Ok. En sko að því þú segir opnast inn, hurður opnast inn, en er ekki sko hurð sem opnast út miklu þéttari? Jú, hún er þéttari, Já. en þú nennir ekki að koma heimtíðin og barnið liggur út á bílastæði sko. Nei, ég skil. Af því hurðin fauk upp. Nei, ég skil. Þú nennir því ekki sko. Nei. Þessin erum við með andiri, þú veist, við erum með skygni og svona veður Já. en auðvitað þurfum við, auðvitað er þetta í dag þannig að allar útihurðir eru 3 punkta. Já, einmitt. Læsingi miðunni og upp og niðri. Já. Svo þetta læsa með lykla. Þetta er bara orðið bara standart í dag. 3 punkta læsing og þá náum við að halda aftur að veri. Já. Með þessum útbúnaði sko. Já. Herru, förum aðeins yfir munin á, sko, það eru nokkra gerðir á gluggum. Gluggur er ekki bara gluggi, þú veist, þú ert bara með 3 glugga sem eru bara gamaldags. Bara, þú veist, er það ódýrasta gerðin eða? Já, það er ódýrasta gerðin, en jú, álkápan er vissulega dýrari, eðlilega, ál er dýrt og við erum að fá miklu lengri endingatíma. Það er að segja þátt að tala um álglugga eða áltré. Álklædda timburglugga. Álklædda timburglugga. Já, okay. Það er það sem fer í flesta nýbyggingar í Íslandi í dag, eða bara allar nýbyggingar í Íslandi í dag. Er menn alveg hættir að nota sko tré? Bara tréglugga? Það bara allar tíðkast í dag. Já. Nota timburglugga í bara hreina timburglugga. Það er nú einhverjir að selja það, sant? Já, ég meina, jú, sko, þú veist, sko, allur viðhaldsmarkaðurinn. Sko, ég hef alltaf sagt það, sko, þú þarft að bera virðingu fyrir hverfinu sem þú byrði í, þú þarft að bera virðingu fyrir húsinu sem þú byrði og þeim arkitektur sem að húsið þetta hefur. Ég er ekki að fara hérna niður á Grenimel og setja álklæddan timburglugga þar í hús. Það er bara skelfilegt, sko. Er það?
passar ekkert í húsið enga veginn sko. Álklæddu timburgluggi? Nei, þú setur hann ekki í steinað fallegt gamalt hús sem er smíðað 1940 sko. Nei, ok, ég skil þig. Það lítur ekki vel út sko. Nei, ok. Þar setum við timburglugga. Ok. En þú veist, sko, timburgluggi í dag er allt annað heldur en timburgluggi sem settur í 1940 eitthvað. Okkur. Þetta er bara, sko, í dag, sko, falstíftin, falshæðin, glerið, frágangur og opnalegum fögum og frágangur og loftun í gluggum í dag. Þetta er himin að hafa þarna á milli. Já, svo segja, en samt á móti segja sem að timbri sem var í gömlu gluggunum var hægvaksandi en í dag er þetta allt eitthvað... Nei, þetta er náttúrulega bara skemmtileg umræða, sko. Af því ef þú bara kíkir á árhringina í timbrinu? Já, þetta er skemmtileg umræða, sko. Í dag er ekki smíðað úr kjarnavið. Gluggar er ekki smíðað úr kjarnavið. Okay. Gluggar eru smíðað úr kristalausu límtré. Já. Steindautt límtré sem hreyfist ekki. Ok. Það er mjög lítið hreyfing í því. Já. Herru, áltré segiru, svo er það álgluggar. Það er náttúrulega bara það sem er í öllum nýju húsunum í dag, eða flestum. Vola mikið, þeir kosta gríðarlegan pening og eru mjög vandarsamt að setja þá í og þú þarft að hafa sterka tæknideild á bakvið til þess að velja réttu gluggan í húsið þar. Annars lendur þú bara í vandræðum. Býtu sterka tæknideild? Já, bara þú þarft bara að vera með hönnu sem veit hvað hann er að gera. Þá átt að tala þyktin og gluggan. Já, vegna þess að sko eins og þetta heitir þetta heitir fasket og fasetta sko og þar erum við bara með venjulega prófíl en hann er settur á fasettu og þar þarf að vera kunnátt og þekking hvað á hún að vera þykk og þetta hefur klikkað á mörgum stöðum. Ok, þá er fasettinu sleft eða og karmirinn og mjór eða já. Ok. Og svo bara gengur þetta allt inn og ítir á þetta gengur bara inn, ykkur sentimetra. Það er alveg svoleiðis? Já. Ok. Ég var alveg komið að svoleiðis. Þannig að, já. Og þá er fólk að reyna að setja, eða verktakar að reyna að setja eitthvað styrkingar inn á gluggana, sko. Já, eftir á, já. En hvað þú veist, hvað á aðilega að gera sem að hlusta á okkur núna og er að byggja sér hús eða er að spá í þetta, að skipta þessu út og setja álglugg í staðinn? Þú veist, við hvernig að tala. Þú verður að tala á verkfræðistofu? Já, þetta verður bara að vera eitthvað verkfræðingur sem að þekkir þetta og kann þetta og veit hvernig þetta á að líta út. Þetta er, við höfum séð gríðarleg mistök sem að kosta, sko, hvað kostar orkuhúsið? Já. Það var valið efni sem að... Voru það gluggarnir sem voru... Já, fasetta? Já, faskeit sem að virkaði ekki. Þoldi ekki álægið. Já. Turnin í Kópavogi. Ok. Það eru vinnuliftur utan á honum allan sólarhringinn. Smárataki? Já. Okay. Já. Þetta er meira en að segja, sko. Svo heyrðum maður af, sko, gluggum eitthvað staðanir í miðbæ, ég veit ekki, þeir sem flautuð alltaf í roki. Það var einhver sem var beðin að aðtuga með gluggana. Þeir flautu alltaf. Það er opið ykkur staðar inn. Norðanátt, já, öruglega, sko. Það er opið ykkur staðar inn. Og svona púkablástur. Já. Já. Þannig að gluggi er ekki bara gluggi. Nei. Plastgluggar? Sko. Næsta spurning. Já. Og plastgluggar fara gegn öllu sem þú lærir í húsasmíði. Það er þannig? Það er þannig. Sko við viljum hafa kuldabrúnina fyrir utan. En í plastgluggum þá færir kuldabrúnina inn í húsið. Já. Á innbrún. Við viljum það ekki. Það náttúrulega bara, þeir búa bara til vatn og það ryðgar allt inni og þetta er bara ónýtt. Punktur. Við setjum þetta í gripahús. En býtu, það er fullt af húsum með plastgluggum. Það er bara þeirra vandamál, sko. Já, en býtu, var þetta eitthvað tímabil sem að, allir voru að flytja plastglugga eða? Því það átti að vera viðhaldsfrítt og Nei, það er ekki til eins sem þetta er viðhaldsfrítt, sko. Það er náttúrulega bara lygi, sko. Það er alveg sama hvað glugga þú talar Já. Það er ekki til eins sem þetta er viðhaldsfrítt. Okay. Og við vitum alveg PVC-gluggar, þeir þola ekki sól. Við vitum það. Þegar þú segir PVC, það er plastgluggar. Það er plastgluggar og annað með plastgluggar, þú getur ekki þétt á. Það loðir ekkert við það. Það tollir ekkert á plasti. Það er alveg sama hvað kýt út dregur og flot. Hvað er reyna að gera? Þú getur ekki þétt á. Þeir leka. Og þessi gluggar eru kýtaðir í? Þeir eru kýtaðir í, já. Það er ekki staðstætt, þeir eru kýtaðir í. Ég veit ekki hvað ég er búin að rífa mörgundur fermetra af plastgluggum og setja timburglugg í stað. Já, hvað þá plastgluggar sem opnast inn?
eins og við gert það Esjuvelli og hann frá. Já. Í húsinu á Stykkishólmi sem við vorum að fylgjast með í Gullibyggir, þar voru nokkrir álgluggar sem opnuðust inn og það var, þau var skipt all snarlega út. Já. Það gekk ekki upp. Nei, gluggar opnast ekki inn á Íslandi. Nei. Þú nefndir einmitt í einu verki í Kópavogi sem að verður núna í næstu seríu, næstu þáttaröð. Að sumir gluggar eru hannaðir fyrir inn í skógi í Danmörku. Kannski þau duga þar vel, sko. Duga þar vel, já. En ekki á Íslandi. Nei, það þarf að passa þetta. Það þarf að passa þetta. Heyrðu, ok, að því við vorum að tala um þetta álagspróf og þetta á að endurvekja það við talað um það, rannsóknastofa byggingariðnaðarins. Já. Ætti að endurvekja hana, hvað segir Já, mér finnst það bara ekkert mér finnst það ekkert galin hugmynd, sko, við verðum að fara að sinna neytenda vernd betur í byggingariðnaði. Við erum að fjalla eins og sögum án, alegu fólks. Eins og einhver stórkallinir Reykjavík sagði tíma, sko, vandamál framtíðarinnar eru hvað við erum með mörg byggingarefni. Já. Þegar þessi maður var byggingafulltrúi, þá sagði hann að við dagurum að vinna með 50 efni, eftir nokkur ár verður þetta sko 550 efni og það hefur alveg raungerst. Þetta er vandamálið og við þurfum bara að hafa eitthvað batteri sem getur rannsakað þetta, greint þetta hvað þetta er og hvort þetta virkar eða ekki. Já, er ekki tiltölulega stutt síðan að eldvarnarfrauð var samþykkt eða hvað? Eða er kannski ekki að þú búið að samþykja það? Já, sko. Þetta er notað alls staðar annars staðar en hér, sko. Já. En að því að, ok, þá ætlum ég að spyrja það einu sem er kannski tengist þessu og það er teipið sem er notað utan á til þess að teipa í kringu gluggana. Já. Borðin sem er límdur utan á. Utan á, það er ekki sama hvernig hann er límdur. Nei. Sko, ég er alveg sammála þessari nálgun. Ég er alveg sammála því að ef þú ert með steinhús, staðstætt steinhús eða einingar, skiptir ekki máli, þá ertu með hnakkastykki í glugganum inn í fleti og festir það eins og við vorum að lýsa á hann þá stendur nefið út úr flöt sem er þá 50 mm. Já. Þetta gerir þú bara hefðbundin hátt, þú pulsar þetta, kýttar þetta, bollar, slípar steinin og grunnar og gerir þetta eins og að gera. Já. Síðan getur límt þetta að auki á vegg og niður á nefið. Já, en teipið er ekki að fara að halda vatninu eitt og sér. Nei. Ef að það losnar ykkur stað frá, þá er þetta bara tregt. Og það bara lekur inn í húsi stanslaust. Þetta, ég er alveg sammála því að nota þetta teip, en með kýtti. Já, ég er að segja það. Þá sko, lekur inn ef það er ekki kýtti fyrir innan, sem að tekur við. Já. Þannig að ertu komið tvöfalt öryggi. Tvöfalt öryggi. Belta og axlabönd. Já. Ég er algjörlega sammála því. En eru þá í einhverjum tilfellum sko, þarf fólk að passa upp á það að glugga ísendingaaðilinn sé að nota þá rétt teip? Já, sko, verður ekki bara að treysta það? Jú, þú verður að treysta það, sko. Ég er ekki mjög vel inn í þessum teipmálum, sko, en ég veit að þeir aðalega sem er að selja þetta eru búin að spekulera mikið í þessu og segjast hafa lausnin á þessu öllu saman og kunnit allt og getið allt og maður verður bara að trúa því. Það er bara svoleiðis. Svo framalega sem að það er kýttað undir. Já, ok. Aðeins að því við vorum að tala um sko, innfluttaglugga, er það orðið skálmöld hvað eru margir að flytja inn? Er það mikil þekking eða? Já, hún er svona frá því að vera bara engin sko, uppi að vera bara allt í lagi sko. Já. En já, Ísland, þú vitum alveg hvernig Ísland er. Við vitum það alveg sko. Eigum að fara eitthvað út í það nána. Nei, við þurfum ekki að gera það. Nei. En þá kemur að öðru sem er sko að hvernig er þetta kennt, veistu það? Þar að segja að þetta er vantarlega kennt í tækniskólanum og fjölbrautaskólanum eða hvar sem þar sem að húsasmíði er kennt er kannski ekkert farið yfir það hvernig á að setja í glugga eftir á? Nei. Af því að ég lærði þegar ég var í iðnskólanum þá kendi Þórarinn ekkert svona okkur að glerja. Já. Og hvernig við ættum að klippa gúmmíborðana og svo framvegis, er þetta ekki, að því þetta er eiginlega sko, vinnuaðferðin í dag, þetta er það sem er gert í dag.
Nei. Svona eins og næringafræðinni í læknisfræðinni. Ég var ræðið það eitthvað. Nei, sko, þetta ekki sko, og ég skil það vel vegna þess að þeir sem að kenna með fullri virðingu fyrir þessu frábæra fólki. Þú veist, við vitum alveg við erum búin að fara gegnum þessu skóla. Þeir eru frábærir kallar þarna, sko. Þeir hafa aldrei unnið við þetta. Hvernig að kenna eitthvað sem þeir hafa ekki unnið við? Það bara segir sér sjálft. En þarf ekki að vera eitthvað svona, þú veist, innan gæsaleppa official, svo við slettum. Official aðferðin, þetta það sem samþykkt á Íslandi. Að því að hérna eru aðraðstæður 20 metrar á sekundu og rigning. Já. Ég hef sagt, sko, ég meina, ef að eitthvað kennar upp í Fjölbötu Breiðholti, myndi hafa samband við mig, þetta til að koma hérna með fyrirlestur og eitthvað þetta. Ég myndi hlaupa beint upp þetta og taka það fyrirlestur. Okay. Alveg leið. Að bara sjálfsagt mál að því við þurfum að ala upp fólkið okkar sem við erum með í skóla núna í réttum vinnubröðum frá byrjun sko. Og reyna að vekja áhuga þeirra á einhverju sko. Þú veist bara hvað sem eitthvað mótaðsláttur eða gluggaðsetningar eða hvað og akkur á atvinnulífi ekki að taka kannski svolítið meiri virkari þátt í því það ekkert að því ég veit að þeirra allir sem að koma að þessum bransa eru tilbúin til þess að labba inn í skólan og láta gott að sér leiða. Það er bara þannig og ég sannfærður það. Ég til í það. Ok. Er þetta algengast í lekin í dag þar að segja inn í hús, er það gluggar? Af því að það voru þök, sko. Gluggar. Það eru gluggar? Já. Hver er munurinn að skipta glugga í steinhús og timburhúsi? Það er rauninni bara eiginlega nákvæmlega sama. Engin munur? Nei. Minna rek, reyndar í timburhúsi? Já, minna rek, já, en ég meina, þú veist, við í timburhúsið og setur bara gluggan inn í grindina og kýttar og pulsar og ger og síðan klárar þetta með flasningu. Þetta er ekkert flókið sko. Nei. Þú þarft að hafa sömu hluti í heyri. Flasningu sem þú límir inn í gluggan eða hvað? Nei, sko, þú sko við sko aðferðin var svo að negla bara með 2 centimetra millibili í gluggan sko, og kljúfan og eðileggjan sko. Það er bara komna, þú getur sett F-lista sem kaupir upp í áltak sem skrúar á gluggan. Okay. Þú getur límt flasninguna, þú getur farið með frá glugganum. Það er alls konar aðferðir. Allt nema negla á póstinn. Já, bara alls ekki. Alls ekki og tala ekki um undirstykki sko. Þú þarft alltaf að fara undir. Ekki negla beint fram á nefið eins og það gert hérna. Nei, mitt. Það er alveg glata sko. Já. Þetta að fara undir gluggan til þess að slíta dropan. Já. Það er ekki klúknar það. Nei. Herri Þórir, ég bara þakka þér kærlega fyrir að koma og ég meina það er náttúrulega, við getum setið hérna í allan dag sennilega og mér finnst þið réttur að byrja. Og þú rétt að detta í stuð. Já. Er eitthvað sem að þér dettur í hug sem að einhver skilaboð þarna út sem að þú myndir kannski vilja koma á framfæri eða bara eitthvað sem að þér er í huganum að hausnum á þér sem við höfum ekki talað um? Nei, sko, það er bara sko nálgun fólks við ísetninguna. Bara efist allt og meira það sem ég er að segja. Bara verið tortrygginn, efist allt, afli ykkur upplýsinga eins mikið bara og þið geti náði. Ekki stökkva bara á ódýrasta pakkan. Að þú færð alltaf það sem þú borgar fyrir sko. Það er eina sem ég vil segja bara tortryggni, skoða hlutina vel, skoða verkin sem hafa verið gerða þessi fyrirtæki og þá mun þetta sjálfsagt ganga upp. Ég ætla að hleypa þér í vinnun aftur að því þú ert þar ekki til þess að eignast vini, ekki til að vinna. Við klárum verkið.